Já, komið sæl og verið velkomin á þessa kynningu okkar í Sjóvá á öðrum ársfjórðungi 2017 og jafnframt þá á 6 mánaða niðurstöðu ársins. Við ætlum að hafa þetta hefðbundið, þannig að ég byrja á að segja þetta helsta sem í tíðindum Ólafur Njáll fer svo yfir fjárhagstölunar og Þórður yfir fjárfestingarpartinn. Ég enda svo að summa þetta eins upp og fer svo yfir líka skipulagsbreytingar sem vorum að kynna í dag og sendum frá okkur fréttatilkynningum fyrir klukkustundu eða svo. Fyrst kannski það aðeins að rúlla þarna glærur. Við erum þátttakendur í verkefni sem heitir Höldum fókus og gríðarlega mikilvægt verkefni og vel tímasett getum við sagt. Við viljum hafa jákvæð áhrif á þá þróun sem eiga sér stað í umferðinni varðandi notkun snjalltækja og síma undir stýri og það svo þróun sem við verðum eiginlega öll sem samfélag að ná að vinda ofan af og koma í lag. En vindum okkur í ársuppgjörið. Fjórðungurinn fyrst, þá afkoman þar 702 milljónir fyrir annan ársfjórðung og hagnaður af vátryggingastarfseminni 250 milljónir. Samsetta hlutfallið okkar 100,3 fyrir fjórðunginn, samanborið við 102,2% á öðrum fjórðungi í fyrra. Og það eiga sér stað eins og verið hefur að undanförnu að eigin iðgjöld að vaxa umfram eigin tjón. Varðandi afkomuna þá finnst okkur, og talandi vöxt á iðgjöldum umfram tjónin, að þá finnst okkur jákvætt að samanborið við fyrra að afkoman af vátryggingastarfseminni augljóslega að batna á milli þeirra ára. Það að segja frá því fyrra. Fjárfestingartekjurnar námu 870 milljónum og ávöxtunin var í takt við væntingar eða 2,5%. Tjónin og tjónahlutfallið enn of hátt í okkar huga og það þarf áfram að vinna að því. Við höfum eins og sagt alltaf líka að við erum í aðgerðum þar en það líka þannig að það ekki fasti sem við eiga, heldur eru tjónin á hreyfingu og hafa ekki enn sem komið náð einhverju stabiliteti hvað það varðar. Einnig hefur það áhrif á tjónahlutfallið að við urðum fyrir einstökum stórum tjónum á þessum fjórðungi og en þau hins vegar hafa ekki jafn slæm áhrif á samsetta hlutfallið eins og í fyrra getum við sagt. Það vil þá segja að undirliggjandi rekstur hefur lagast sem því nemur. En ég kem aðeins betur að þeim þáttum á eftir og ætla að hleypa Ólafur Njáli að varðandi fjárhagstölunar. Sælverði. Nú, eins og Hermann nefndi, hagnaður ársfjórðungsins 702 milljónir og hækkar rúmlega tvöfalt og við sjáum að báðir starfsþættir batna verulega frá fyrra ári og samsetta hlutfallið á réttri leið, lækkar tæp 2% frá sama fjórðungi fyrra. Gjaldþolshlutfallinu höfum við stýrt eins og sérstaklega það var lítil breyting milli fjórðunga en við höfum stýrt því með kaupum eigin bréfa fyrir 340 milljónir á fjórðungnum og síðan breyttu safni verðbréfa. Varðandi 6 mánuðina þá hagnaðurinn 803 milljónir og hagnaður af vátryggingastarfsemi 385 milljónir samanborið við 77 milljónir árið áður. Fjárfestingastarfsemin skilar 1563 milljónum og þá miðað við 777 árið áður og ávöxtun eigin fjár tæp 22%. Og þarna á milli frá áramótum til 30. júní þá gjaldþols hlutfallið undir áhrifum af hagnaði en ekki síður af greiðslu arðs og endurkaupum eigin bréfa og síðan breyttu eignasafni. Nú, Hermann nefndi það, eigin iðgjöld hækka 9,6% og umfram eigin tjón sem hækka 7,7% á fjórðungnum. Fjárfestingartekjurnar hækka 50% og nema þarna 870 milljónum og rekstrakostnaðar hækkar 9,5% en hækkunin miklu leyti vegna einskiptiskostnaðar en kostnaðar hlutfalli lækkar vegna hækkunar iðgjalda. Nú hagnaður fjórðungsins eins og áður kom fram 702 milljónir og samsetta hlutfalli 100,3 samanborið við 102,2. Nú
við sjáum hérna samsettu hlutfall árshelmingsins 101,9 samanborið 104,5 árið áður. Þetta svona eins og við höfum verið að sýna, þess að myndrannu framsýning þess sama. Áhrifavaldarnir eru þessi munur eigin iðgjalda og eigin tjóna, auk þess sem að fjárfestingartekjurnar eru eins og ofta áður áhrifavaldur. Sjáum líka hérna hvernig kostnaðar hækkurinn öll tilkomin í þessum fjórðungi. Nú, efnahagsreikningurinn sterkur að vanda við þetta svona klassíska breytingar. Við sjáum lækkun fjárfestingareigna og eiginfjár vegna arðsins sem var 2,6 milljarðar og síðan endurkaupa þessa tímabils upp á 830 milljónir. Nú hagnaðurinn síðan upp á 1,8 milljarð kemur þau auðvitað á móti í eiginfjárnum og síðan þessi árstíðabundna breyting vátryggingaskuldarinn og viðskiptakrafna sem að menn ættu orðið að þekkja. En þetta var svona úr reikningnum og er þá komið að Þórði að fara yfir fjárfestingartekjurnar og fjárfestingarhlutann. Já, afkoman af fjárfestingum var góð á fjórðungnum og ávöxtun safnsins var 2,5% sem er kannski svona, það er kannski svona nær því að það hefur verið oft áður svona að vera nálægt svona því sem maður má allra vænta en svona samt sem áður heldur yfir. Nú fjórðungurinn alltaf, hann er samansettur af 3 mánuðum og svo 1. apríl var gríðarlega góður. Maí var bara svona ágætur og frekar slök afkoma eða slæm afkoma í júní. Það er kannski ólíkt oft áður að það var ekkert eitt tema kannski sem að einkenndi þennan fjórðung eins og stundum oft áður og ég held að svona að munurinn á, ég þarf að segja sko að afkoman hún féll mjög jafnt til á bréfin og það var ekkert eitt bréf sem skar sig úr í annarkvort mjög góðri afkomu eða slakri afkomu. Þannig ég myndi bara segja að öllu jöfnu hafa þetta bara verið mjög góður fjórðungur þannig séð. Helstu breytingarna kannski í fjórðungnum voru að við minnkum aðeins við okkur í ríkisskuldabréfum en jukum svo einhverjum við okkur í til dæmis bæði skuldabréfum fjármálastofnana og sértryggðu skuldabréfum og svo bættum við heldur við í hlutabréfum. Nú hlutabréf sem skiluðu kannski mestri afkomu eða mjög stórum hluta afkomin ásamt ríkisskuldabréfum og ávöxtun þeirra var mjög góð eða 2,8% á fjórðungnum. Nú við lengdum aðeins í skuldabréfunum hjá okkur. Þannig að tókum við safnið úr 3,8 í 4,1 ára meðaltali í duration eða í meðallíftíma. Nú við kláruðum viðskipti á tímabilinu í þátttakendur kaupum á Ölgerðinni og fengum jafnframt greitt stærsta hluta af eign okkar í Invent Invest sem var áður Invent Pharma. Nú, þið sá líka þarna við vorum með hagnað af óskráðum hlutabréfum og þetta svona fellur til í sjóðum hingað og þangað en stærsti hlutinn þarna er út af festi sem að fellur til á fjórðungnum, uppfærsla þar. En það var ekkert svona neitt stórt sérstakt sko, stórar hreyfingar þar eða óvæntar. Nú síðan erum við með lista yfir stærstu eigninar og þar hafið þið 78% af safninu og ég get ekki sagt að það voru neinar róttækar breytingar á safninu á þessum ársfjórðungi. En auðvitað tilbúin að svara öllum frekari spurningum sem þið kunna hafa þetta. Ég kannski aðeins nefna það hérna. Bara að átti það sko, við sjáum hérna Ölgerðin, hún er 500 milljónir sem við vorum aðeins að velta fyrir okkur hvort það ætti að vera á svo listu eða ekki, þar sem að þetta er yfir 500 milljónir en ákveðnum samt sem var hafað inni og þið sjáum að það er eins og það hafi verið færðar 10, eins og hafi tapast 10 milljónir á þessari fjárfestingu. Þetta er kostnaður vegna kaupana, við færum sko kaupverði pluss kostnað inn í safnið en síðan styðjum við alltaf við mat ytri aðila, gengi frá öðrum við safnið og þá kemur út þannig eins og kostnaðurinn fætti til þess að hann féll ekki inn í gengið.
En já, ef það er frekar spurningar þá bara svarið þeim eftir. Hermann. Ég vil endilega nota þetta tækifæri núna og gera aðeins grein fyrir skipulagsbreytingu sem við vorum að kynna í dag. Það er nú ekki langt síðan að ég kynnti skipulagsbreytingar í félaginu þar sem við vorum að fækka í framkvæmdastjórnum 1, þar að segja við værum 5, 4 framkvæmdastjórar og forstjóri. Síðan þegar framkvæmdastjóri Sölu ráðgjafar, Ómar Svavarsson, skipti starfsvettvang, þá hef ég ákveðið og lét svona sumar í líða áður en ég fari að breyta eitthvað skipulaginu og núna er komið niðurstöðu það. Mér fannst svona efni til þess að halda áfram á þessari vegferð, þar að segja fækka aftur í framkvæmdastjórn og nú erum við 4, þar að segja ég ásamt 3 framkvæmdastjórum. Og það grundvallast fyrst og fremst á því að við búum að gríðarlega sterkum mannafla hérna. Við búum að svona flötu stjórnskipulagi og hér er stór hópur fólk sem dregur vagnin og alveg fullt efni til og auðvelt að fækka í framkvæmdastjórn vegna þess að það eru þá aðrir sem eru á vagninu með okkur hvað það varðar. Það er annað líka sem er áhugavert í þessu að það er þá byggt á því sem fyrir er. Það eru þá þeir framkvæmdastjórar sem hér eru og voru fyrir sem skipta aðeins með sér verkum og Auður sem verið hefur til margra ára, 10 ára held ég, framkvæmdastjóri Tjónasviðs, sölar og verður nú framkvæmdastjóri Sölu og ráðgjafar. Og Elín Þórunn sem ánu held ég bara eftir 1 stól þegar hún er búin að vera í þennan, tekur að sér framkvæmdastjóra starf yfir Tjónasviðinu. Ólafur Njáll bætir aðeins við sig því sem fyrir er og þessu upplýsingatæknin og vöruþróunin og gæðamálin koma þar undir. Og aftur á öllum þessum póstum eru gríða öflugir forstöðumenn sem eru fullfærir að annast svona daglegan rekstur. Í fyrirtæki sem telur ekki meira en 180 starfsmenn þá er þetta skipulag sem hentar okkur vel og okkur finnst svona í þessu fólkin straumlínulögun og eins og ég sagði áðan, þetta byggir á flötu skipulagi og gerur okkur enn betur í stakk búin til þess að þjappa okkur saman í samkeppninni sem framöndan er. Þetta er að sjálfsögðu líka þá bara opið fyrir spurningar og eftir ef eitthvað er. Nú en að öðru leyti þá heyrði það kannski á okkur þremur og þannig er það nú þegar við eigum orðastað við markaðinn 4 sinnum á ári að stundum er ekkit stórkostlegt að frétta og stundum eru bara engar fréttir góðar fréttir og sérstaklega í þessum bransa það er ekkit stórkostlegt að frétta hjá okkur getum við sagt, annað en það að mér finnst svona línan í þessu vera jákvæð. Það er að segja undirliggjandi rekstur er að batna, við erum að ná árangri því sem við ætluðum að ná árangri. Við getum sannlega gert betur á mörgum vígstöðum þar og þurfum svona að ná að hemja skepnuna á einhverjum vígstöðum getum við sagt og þar náttúrulega eins og bara alþekkt er að hraðinn í samfélaginu er mikill og það oft endurspeglar mikla tjónatíðni og oft er það þannig að tryggingafélögin er aðeins eftir í þeirri þróun að ná utanum þá þróun að verðlögð áhætta sé rétt. En afkoman eins og Ólafur Njáll fór yfir þá fyrir 6 mánuðina 800 milljónir rúmar og þá 385 af vátryggingastarfseminni móti 77 milljónum í fyrra sem er þá jákvæð þróun. Sama má segja samsetta hlutfallið, það er þá komin niður í 101,9 fyrir 6 mánuðina. Það gerir það að verkum að við sjáum ekki ástæðu til að breyta neitt horfunum. Það er að segja sem að við byggjum á að samsetta hlutfallið sé 97–99% í lok árs og að afkoman fyrir skatta sé umfram 2.500 milljónir. Þar höfum við líka alltaf sagt að í okkar horfum sem við birtum þá erum við ekki að áætla fyrir stórtjónum. Þau koma, en hvenær þau koma er ómögulegt að áætla fyrir og þá skjóta þau náttúrulega samsetta hlutfallinu upp. En þess á milli þá á þetta og ef við erum á línu þá metum við það þannig að við erum að ná þessu hlutfalli í lok árs ef allt er með eðlilegum hætti. Sama má segja afkomuna, það er að segja eins og við höfum hamrað á að stór hluti afkomunar byggir náttúrulega fjárfestingartekjum og þar eru við ekkit meiri spámenn heldur en þeir sem hér eru inni eða aðrir hvernig svona markaðan reiðir af það sem af ári og þessi hópur sem hér er þekki það nú vel hvernig staðan er einmitt núna hvað það varðar. En að þessu sögðu þá viljum við bara opna fyrir spurningar. Gjörðu svo vel.
Vorum við komið með eitthvað mæk eða eitthvað svoleiðis? Nei, eða hvað? Nei. Bókfærið iðgjöldum vaxa sem 11,4% og ég alltaf hvað þið að sjá vöxtin af ykkur í iðgjöldum þessum þetta verðlagsbreytingar eða þetta magn? Þetta er blanda af hvorutveggja. Það er spurt það með bókfærið iðgjöldin, hvernig vöxturinn þar skýrist, hvort það sé þá ný viðskipti eða vöxtur í því sem fyrir ekki rétt skilið. Og það má segja að það sé blanda af hvorutveggja en þó alveg klárlega þannig að við höfum verið að vinna með iðgjaldasetninguna á því sem fyrir Nú er allir rosa. Það er líka alltaf að hinsinn, hvernig sem Bara spurning, gjaldþolskrá, hvernig breyttist hún á fjárlögum? Já, Ekki milli fjórðunga frekar heldur en ertu að tala um milli fjórðunga eða á fjórðunga? Bara bara á fjárlögum, frá fyrst ári, ég komist í að skoða ég er nú ekki heldur alveg með það svona á taktinum en í raun og veru það sem er að breytast er að, eins og Þórður nefndi, við erum að einhverju leyti að fara úr ríkisbréfum í sértryggð bréf, úr bréfum sem að enga byrði hafa í kröfunni, í bréf sem byrði hafa og auka við okkur í hlutabréfum. Auk þess líka sem að mótaðalega á þetta með hjá okkur í kringum stærri stöður. Þannig að það allt byggir upp þessa kröfu, sko. Þannig að þetta er fyrir og síðan auðvitað á móti lækkar eigið féð í kringum endurkaupin. Þannig að það er auðvitað það sem að gerir þennan, má segja, þessa litlu breytingu sem að verður á hlutfallinu. Það var alltaf verið með ákomuna af ökutækjatryggingunum. Samsvöndum sem það er að fyrsta það sem þetta var fjórðunga. Hvort við aðeins fara yfir eftir greinum hjá okkur. Við birtum þessa mynd reglulega og alltaf og í sjálfu sér erum ekki feimnir við það en engu að síður þá erum við alltaf svona við ákveðin svona varnagla á, ég meina þetta er það má ekki einblína allt og mikið á hreyfingar svona milli svona stuttra tíma. Það sem að eins og kemur þarna fram þá er þetta ekki ásættanleg afkoma í svona stórum greinum eins og þarna 111,2 og 118,3 í lögbónu og kaskó. Þetta er helmingur okkar iðgjalda sem að fer þarna í gegn og afkoman ekki skárra en þetta. En þetta er það sem er viðfangsefni í okkar. Þetta er sú grein sem að langmest samkeppni er þannig að þetta er viðfangsefnið að laga þessi afkomu og er klárlega svona dýr sem er á hreyfingu. Við vitum ekki hvenær þetta breytist og stoppar. Þetta er svolítið, Ólafur Njáll segir, þetta er dýr sem er á hreyfingu en við höfum klárlega verið að fókusera á þetta en það hefur svona verið meiri vöxtur heldur en kannski heppilegt var, getur við sagt og en við höfum svona aðeins tilfinningu fyrir því að þetta sé, það er kannski mátt að segja þetta öðru heldur en að það eru ekkert annað en væntingar, svona höfum væntingar það að þetta er svona aðeins að stabiliserast og svona verkefnið áfram náttúrulega að ná þessu niður og sérstaklega lögbónu tryggingunum. Ég segi frjálsu, því að lögbónu eru þá aðeins með lengri hala en það er verkefnið á báðum stöðum til að ná þessu niður. Sæl, svara heiti ég. Ein spurning í sambandi við annars vegar tjónarhlutfallið og kostnaðarhlutfallið. Getur nokkuð sýnt það hvernig það hefur að þróast?
hvað sérstakt í því sem að svona... Nei. Það er bara... Nei, það er bara alveg á að sjá töluna. Já, mitt og þetta, sjálfst að það komið líka fram að þessar glærur sem við vorum að sína þá núna síðustu tvær, þær eru þá í viðaukum við kynninguna og inn á síðun okkar. Og fleiri glærur þar. Ég ætti bæta við einni spurningu og stýra þá þegar ég veit að hann er gaman að því og góður í að velta fyrir sér svona fræðilegri ávöxtun fram í tíman og hann nefndi að svona 2,5% ávöxtun verður kannski nokkuð góð á fjórðungi en samt ekkert svo fjarri því sem mæta mátti og þannig að ég að velta fyrir hvort að vilji hjálpa okkur og að mótilegin framtíðar arðsemi af safni eins og frá sjó, eins og það sem sjó er með núna og jafnframt að hvernig í raun og veru svona ávöxtunarkrafan af safninu hefur breyst kannski að þessu fjórðungi eða jafnvel að við horfa til lengri tíma aftur á okkur. Já, ég meina, þið sjáum við nokkuð veginn sko hlutfallslega stærri mismunandi eignaflokka á söfnunum og þó að það sé ómögulegt að segja til ávöxtun eignaflokka yfir til skemmri tíma það hafa eftir nokkuð velþekkta eiginleika yfir lengri tíma. Þannig ég myndi nú halda að það væri bara svona eðlilegast að sjá það, ég meina, ríkisskuldabréf eru núna einhvers staðar í kringum 5% í Íslandi og hlutabréf hafa gefið yfir lengri tímabili á mörgum, kannski yfir svona í kringum 5% yfir ríkisskuldabréf og önnur skuldabréf kannski á bilinu 0,5 upp í 1% og svo bara þegar þú vegur þetta allt saman að þá sérðu það 10% ávöxtun að hún er svona alla kvarða bara mjög góð en við náttúrulega erum að koma úr svona svolítið svona ég bara sletti svona síkurrössi sko, þetta er búið að vera ganga mjög hratt fyrir sig undanfarna fjórðunga og ég held að þetta sé bara svona nær því sem má kannski vænta á fjórðungum í framtíðinni og það er svona það sem ég átti við þetta svona. Og svo var það líka það var engin eignaflokkur að gefa neitt rosalega góða ávöxtun eða bréf og engin engin sem er lent í skrúfunni þannig að þetta var bara svona mjög melló fjórðungu finnst mér. Nú, ef það er ekki fleiri spurningar, þá bara þökkum við kærlega fyrir komuna.